ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld á Suðurland FM. Suðurland FM 973 í Reykjanesbæ. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Já, þá komið að náttúrulega aðalstjörnum okkar Sunnlendinga þessa helgina. Það kvennalið IBVF sem var að sjálfsögðu bikarmeistari og línunni kominn Ian Jeffs, þjálfari, heill og sæll félagi. Já, blessaður. Hvernig hefurðu það? Ég hef bara mjög góð eftir helgina. Já, ég trúi því. Þetta hefur væntanlega verið löng helgi? Jú, það má segja það. Já, nákvæmlega. En já, stemningin á vellinum, mér skildist að hún hefur verið svolítið eftirminnileg. Jú, þetta var bara frábært. Það var bara geggjur stemning. Það var við vorum alltaf ekki á kattaleikinn þegar þeir voru að keppa í úrslitaleik. Það við átti undan úrslit daginn eftir, ég í EM. En það sem fólk sagði að þetta var bara geggjur stemning og við vorum vonast eftir svona svipar á kvennaleikin og við fengum það alveg bara stelpurna og bara þjálfinu teimi, það var allir bara í skínu með þetta, það var bara geggjar. Já, nokkulega. Já, leikurinn gæti ekki orðið svona, já, dramatískari, þetta svona hálfgjört svona ævintýri eins og maður segir, svona hvernig leikurinn fer, því að hvenær þið jafnið og hvenær framlengingi byrjar? Jú, ég held að fólk fekk bara nóg fyrir penningi sín, held ég hætti að segja það. Já. Já, þetta var alveg, þetta það er svona enn sætur að það gerist svona, að þú getur jafna bara í lokumyndur og fara í framlenging og bara klára þetta það var bara svona ólýsanlegur, kann man segja það. Þetta var alveg frábært. Já. Og já, svona, já, fyrir þennan leik, það hefur ekki verið neitt svona skrekkur, nú náttúrulega, já, hópurinn, hann blandaður af svona ungum og efnilegum stelpum ásamt svona aðeins reyndari mönnum? Jú, við erum þannig séð með mjög lítið breytt í meistaraflokkshóp, það bara mjög fáir leikmenn, en samt það er mikið gæði og eins og þú sagði, það er bara efnilegir leikmenn sem á leiðinu upp, sem ennþá í þriðja flokk, svona 2002 mótor, eins og Klara og fleiri sem hefur fengið tækifæri núna í sumar. Og það er líka bara góð bland, eins og þú segir líka, með landsliðsleikmenn eins og Sísi Lára og Kristín og Sóley. Og bara góða útlendingar sem við erum með í ár, þeir er bara búin að standa sig mjög vel. Þetta er bara góð bland. Já, nákvæmlega. Já, talandi útlendinga, nú ert þú náttúrulega komið þína reynslu í gegnum tíðina náttúrulega í Eyjamönnum. Þetta það ekki alltaf svolítið happ og glappa hvort þú sért að fá góðan leikmann eða ekki? Eða svona hvort hann aðlagast vel eða ekki í Eyjum? Jú, ég veit ekki að það hægt að segja svona að við séum heppni með þetta. Ég ger náttúrulega rosalega mikið vinnu til að passa upp að þessi leikmenn sem eru að koma bara svona með gæði og að gera okkur betur og við rauninni ekki með nú mikið penning til að fá leikmenn sem ekki nóg góð og bara bæta við ofan það, sko. Við þurfum að passa upp að leikmenn sem eru komið til okkur bara að styrkja okkur og gera okkur betur sem lið og það fer mikið vinnu í svona að skoða þessi leikmenn og tala við fólk sem kannski þekkja þeim hvað deild þeir búin að spila í og hvað háskólabóltan þeir búin að vera og styrkleiki það og svona og þetta mikið vinnu en þetta bara ef við hitt árétta leikmenn eins og Chloe og fleiri sem að koma núna í ár þá bara gefa svona mikið liðstyrk fyrir okkur. Já, en já, fyrir unga og efnilega knattspyrnuleikmenn sem að ætla sér í atvinnumenn í framtíðinni, nú þekkir þú náttúrulega sjálfur bara hvernig atvinnumennska og svona, ekki einn besta aðstæða sem þú getur fundið til þess að æfa þessum atvinnumaður á Íslandi, það ekki í rauninni að fara til Vestmannaeyja frá foreldrunum og fleira? Jú, mér finnst það ekki betra stað til að koma að spila fótbolta, það allt hér og það sem við höfum bara yfir flest lið sem þarna á Hörbókasvæðinu við erum náttúrulega með okkar knattspyrnuhöll og 4 grasvöllin og bara allt til það og ef þú ert svona metnað mikið og þú langar ná langt þá bara ekki betra stað til að koma þarna flest leikmenn sem að æfa að gera auka bara í daginn kannski klukkan 12 æfing og þetta bara allt svona fyrir þeim sem langar ná langt, það bara finnst mér ekki betra stað til að koma, til að vera á. Já. Og það náttúrulega, þekkt svolítið ofta efnilegir knattspyrnumenn, þeir fara svolítið snemma út hérna frá Íslandi og koma svolítið snemma heim aftur. Þetta ekki mitt, eins og þú ert að segja, þetta svona fínasta þjálfun að fara mitt út á landsbyggð og byrja að æfa sig sem atvinnumann þannig?
Jú, ég get ekki alveg svona, ég veit ekki alveg af hverju þeir fara út svona snemma og svo koma heim og í rauninni bara, ekki segja svona byrja aftur, en þetta stundum með þetta rétt ákvörðun hjá leikmenn, en stundum ekki. Þetta erfitt að segja svona af hverju þessi leikmenn eru að koma tilbaka. Stundum hefnast þetta og eins og hjá Gylfa og fleira, en ég held að svona stærri prósent af þeim sem eru að koma aftur til Íslands og enda þannig að spila þarna á íslenska deildin og svo fara kannski aftur út. Þetta svona, ég veit ekki, ég get ekki alveg útskýða þetta mál, en mér finnst bara fyrir leikmenn sem kannski að leita eftir tækifæri að spila þarna í Pepsi-deild þarna á Íslandi og kannski stundum fara í lið sem í bænum þarna í Reykjavík og svæðina það kannski betra að horfa svona aðeins svona eitthvað öðruvísi eins og koma til Vestmannaeyja og að prófa eitthvað það leikmenn fæ alltaf tækifæri hér og ef þeir eru nóg góðu þeir fá pottið tíma til að svona þroskast og þróa sem leikmenn. Og flesti leikmenn sem hefur komið hingað bara kalla og hvernig hefur náð svolítið góða árangur og fór í eitthvað betra eða svona hefur aldrei hort á þetta sem svona átti svona slæmt tíma í Vestmannaeyjum. Já, ég mæli vel að koma til Vestmannaeyjum. Já, nákvæmlega. En náttúrulega stemningin í kringum það þegar þið eru að koma einmitt núna sem bikarmeistarar, hvernig var að vera svona í bátnum og blísinn og móttaka á móti ykkur, þeir sem voru til dæmis að taka móti ykkur í Vestmannaeyjum? Þetta hlýtur að vera svona, gæsahúð sem fer ekkert úr manni. Jú, þetta er bara gæsahúð og þetta er svo erfitt að lýsa þetta. Skiljum þegar þú ert að koma heim með bátnum, eins og ég fór á bryggjunni daginn þegar Kalli var að koma og var að fagna með þeim og taka mótið þeim og svona og þetta var gott, þetta var gaman og allt svona, en þegar þú ert að gera þetta sjálfur sem leikmaður eða þjálfur, þetta er bara enn betur, þetta er bara svona ólýsanlegt og þetta er bara alveg geggjað svona að taka þá að vera bara í þessu og þetta er erfitt að lýsa þetta. Þetta var svona bara stund sem mann gleyma bara aldrei í lífið sitt. Þú náttúrulega ert búin að vera í Vestmannaeyjum í daggóðan tíma. Hvað er svona, einmitt, svona, menn spyrja svo, hvað er svona frábært að vera í Vestmannaeyjum? Mér finnst það bara mjög rólegt hér. Já, nákvæmlega, það er ekki þessi æsingur. Já, en mér líður bara vel hér og ég átti svona bara góð tíma sem leikmaður með Kattalið og ég vildi náttúrulega bara fara í þjálfun og ég fengi bara tækifæri að taka við kvennalið og ég er ekki búin að horfa tilbaka. Þetta er búin að vera bara frábært og búin að byggja bara hvert ár og árangið er búin að vera betra og betra og þetta er bara, mér líður bara vel hér og ég hef ekki hort á þetta eins og ég þarf að gera eitthvað annað. Mér líður vel og ég er bara að njóta þess að bæta mig sem þjálfari. Svo þið með, það ekki, akademíun alltaf hérna í Vestmannaeyjum? Jú, það er akademi hér, ég er ekki lengur skólastjóri en ég var í það í 3 ár. Þetta er bara eins og vorum að tala áðan fyrir leikmenn sem langar kannski svona að æfa meira og prófa svona að gera eitthvað svona öðruvísi með okkar akademi er náttúrulega bara mjög góð að þeir geta fara að æfa mótnana, borða morgunmat, fara bara í skóla klukkan 9. Þetta er bara mjög gott setup sem við erum með í IPF og bara þetta er eitthvað sem við kannski bara nýta aðeins betra að reyna að bjóða leikmenn til okkur á þessi aldur, framhaldsskóla aldur og við erum náttúrulega búin að skoða það og það sem við getum kannski gett betur til að bjóða leikmenn sem langar að taka þessi tækifæri. Já, nákvæmlega. En náttúrulega leiktímabilinu er ekki lokið, það eru 2 leikir eða ekki eftir í Pepsi-deildinni hjá okkur, nú er náttúrulega landsleikjahlé. Já, það er bara komið landsleikjahlé og svo erum við aftur 2003 á móti Fylki heima, svo endar við bara með Hauka á útivöllum. Já, það er bara 2 leiki eftir og ég vil bara við þurfum að svona ná okkur aftur og svona að koma aftur niður á jörðinni og klára þessi leikir og ég vil bara vera svona klára mótin vel. Við erum náttúrulega búin að vera taplaus á heimavöllin núna í sömu og ég vil ekki
tappa því hérna með síðasta heimileikin og ég vil bara gýra mína leikmenn upp og klára mótin vel. Hvernig hefur þið fundið svona Pepsi-deild kvenna þetta tímabil? Þessi, það má segja, hún búin að vera alveg svona, þessi deild eins og hún búin að spilast í sumar, þá engin leikur svona sjálfgefinn. Nei, bara alls ekki. Við erum búin að vera svona í svona vandræðum með þessi lið sem í neðri hluti af deildinni. Við erum búin að gera jafntefli með Grindavík og FH. Og átti mjög erfið leika mútið KR og þetta bara mjög svona jöfn deild. Ég veit að það svolítið bil milli 5. og 7. sætinu en þessi lið sem hefur verið svona í næsta pakkan í deildinni, það bara ekki sjálfgjörn að þú vinna þessi leikir og það að koma betra svona skipulag í þessi lið, bara held yfir, bara metna mikið þjálfari sem með þessi lið og þetta bara alltaf mjög erfið leikur. Það skiptir enginn við að þú spila mótið lið sem í 10. sæti eða í 1. sæti. Þetta bara alltaf mjög erfið leikur og þetta bara gott fyrir kvennaknattspyrnu. Nákvæmlega. Og núna næsta ári þá það var náttúrulega Selfyssingar fögnuðu líka helgina. Þeir eignuðust aftur lið í Pepsi-deild kvenna á nýjan leik. Já, þetta bara frábært. Ég eftir að tala við Alfreð það. Ég mjög ánægður fyrir hans hönd. Hann bara góð þjálfari og ég mjög ánægður að hann hefur komið að setja liðu. Þetta bara frábært hjá hann. En þessi munur á fyrstdeild kvenna og Pepsi-deildinni, það svolítið stökk en það ekki alltaf? Jú, það stökk en eins og við byrjum náttúrulega í bikarkeppni að spila mótið Selfoss og þetta var bara 1-0 sigur sem við náðum að mótið þeim og þessi lið eins og sé núna með Grindavík sem kom upp, Hauka átti þetta erfitt en þeir voru ekki búin að bæta mikið við en ég held að Selfoss halda leikmenn sem þarna og bæta kannski við nokkra sterkar leikmenn að þá geta þeir gera bara góð hluti á næsta ári. Þetta svolítið stökk en þetta fer allt eftir hvað svo mikið penning til og hvað svo mikið þú getur bæta mannskapin í Pepsi-deild. Eru ennþá samstarf á milli IBF og KFR? Eru ennþá, þegar Rangárvallasýslunni, eru þeir ennþá að koma til eiga að spila undir merkjum IBF? Jú, samstarf ennþá. Þetta svona eftir skoða eftir hvert tímabil og það mun vera bara að setjast niður og fara yfir það núna bara einhvern tíma í september og skoða hvað við ætlum að gera það og það alltaf eitthvað fund sem fer fram og þeir segja frá þeirri skoðun og við frá okkur og það var tekin ákvörðun ef við verum áfram í þessu eða ekki en þetta búin að vera áfram núna þetta búin að vera samstarf ennþá og þetta búin að vera held ég 5. ár ég man rétt, ég ekki alveg með þetta á hreinu en þetta svona þetta ennþá og það sem kannski svona vera aðeins bara þegar leikmenn komin svona upp á 4. 3. flokks aldur þá kannski svona miklu auðveldi fyrir þeim að fara í framhaldsskóla á Selfoss og skipta yfir og það sem við erum bara að skoða ef við ætlum að vera áfram í þessu finnst mér. En aðeins að kallalinu, þeir í bullandi fallbaráttu, það bara IBF á heima í deild þeirra bestu, það nú bara þannig eða ekki? Jú, eins og ég held með mannskapin sem þeir með, ég tel að þetta sé svona sterkari núna í ár en í fyrra og hitt í fyrra og eins og sést í bikarkeppni, þeir geta vinna bara hvaða lið sem í þessi deild og það bara þannig að þeir þurfa að ná svona smá meira svona stöðuleiki. Þeir spila bara eitt leik bara mjög vel eins og núna mótið KR og svo þarfum við að sjá hvað gerist næst. Það ætlum bara að rísa stórleiki hjá þeim að ná 5. mótið Grindavík og vonandi geti svona bæta enn meira við núna og klára heimaleikin. Það er búin að vera svolítið síðan að þeir ná 3 stig á heimavöllum. Þeir þarf að gera það, leggja allt í þetta til að fá 3 stig á 5. daginn og ef við gerum það, ég bara trúi þessu að þeir bara klára málin og vera áfram í Pepsi hjá næsta ári. Það náttúrulega skrítið ef að bikarmeistararnir myndu fara niður í fyrstu deild. Jú, það var mjög skrítið. Það verður bara í Evrópudeildin og verður bara í innkastadeild. En ég hef bara trú að þeir klára þetta. Ég held að mér finnst það of mikið gæði þessi lið til að fara niður og ég held að við ná þessi stöðuleiki núna í síðasta 4 leikin sem og að þeir á eftir að halda sér sætt í deildi. Ég trúi því. Í lokin árinni sleppir, hvernig, nú ertu náttúrulega búin að vera í Íslandi svolítið lengi og hvernig, finnst þér ekki knattspyrnan búin að breytast heilmikið frá að þú komst hérna fyrst, núna á þessum árum?
Jú, mjög mikið. Ég kom, 2003 var minn fyrstu tímabil hérna á Íslandi og mér finnst það allt annað svona ég myndi ekki segja gæði, en bara svona allt sem í kringum knattspyrna, karla og kvenna bara stærri í dag og mér finnst það bara, þetta að þroskast þroskast eða þróast þarna á rétta hátt og eins og sé með íslenska landslið, karla og kvenna að gera góða hluti núna og þetta sýna að það eitthvað sem að virka og ganga vel og vonandi halda þetta bara áfram að bæta sig og vera betur og betur og ég bara trúa því að þetta held það bara áfram á sama braut. Sko. Já, hvernig leið þér að fylgjast með mitt í fyrra Íslendinga að vinna Englendinga? Já, þetta var mjög skrítið leik. Ég var ekki alveg viss hvað ég átti að halda við og ég var bara með mjög gott svar. Ég sagði bara ég halda við það liðið sem vinna. Þetta var bara frábært fyrir Ísland og ég var bara mjög ánægður með það. Þekki heimi vel og ég veit hvað svo mikið hann leggi í þetta og þetta var bara geggjað fyrir hann og fyrir Ísland. Hvernig voru æskuvinniðinir? Voru þeir ekki alveg brjálaðir út í enska landslið? Jú, ég held að það var meira þannig. Það var bara, ég held að það var allir að halda með Ísland og þeim sem voru að hafa samband við mig var bara, já, alveg sama. Þetta var bara að þið áttu þetta skilu og við höldum bara við Ísland núna. Þetta var svolítið þannig stemning. En það var náttúrulega bara mikið óánægð með hvernig leikmenn var að spila og mikið óánægð með þjálfun og þjálfun teimi og allt svona en bara Ísland gerir þetta bara mjög vel og England var ekki nóg góður og þetta var bara frábært fyrir Ísland og kannski svolítið, hvað segir maður fyrir Englandi, bara ég veit ekki hvað segir, það bara svolítið að læra að þessu og mér fannst þeir fóru inn í leikinn bara svolítið, hvað segir, rétt og svona kokki að þeir fannst þeir myndi bara klára þetta og þeir í mínum mati var ekki búin að skoða Íslandi nóg vel það var bara að skoða fyrsta leikariðin. Ég var búin að horfa marga leiki á Íslandi og ég hef aldrei stilt upp eins og þeir var að gera á engast sem markið kom. Það átti kannski að hringja mig, en ég hef ekki sagt neitt heldur sem. Ég veit nákvæmlega. Ég endi að þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og enn og aftur til hamingju og hvetjum allar til þess að fylgjast með síðasta heimaleiknum sérstaklega. Það núna laugardaginn 23. september. Þannig að það verður stuð og stemning á þeim leik, engin spurning. Bara takk fyrir. Takk kærlega. Marglæsaður. Takk, bye.